Já, komið þið sæl og blessuð. Enn eina ferðin við mætt hérna. Velkomin. Það er ekki alveg. Gaman að vera með þér. Já, ég veit. Hvaða podcast er þetta? Von Ráðgjöf? Já, þetta er enn og aftur Von Ráðgjöf. Ég veist það að ég segi stundu fólki frá því, þú veist, já, hafið hlustað á podcasti sem við erum með, þú veist, við erum með fólki viðtölum og svona. Og það var, nei, er það podcast? Já, hvað heitir það? Það er alltaf bara, ég minn. Það heitir Von Ráðgjöf, sko, ég veit pínu glatað. Við gerum þetta 2019, sko. Við föttum ekki að geta heiti eitthvað svo skemmtilegt eins og Parakastið eða eitthvað svoleiðis. Og það er eiginlega seint að breyta því, það ekki? Það má alltaf breyta. Ég veit það ekki. Ekki? Aha. Já, leggjum það höfuð í bleyti. Já, þið með líka komið uppstungur. Já. Einmitt, betur sjá augu en augu á það allt saman, sko. En hvað, sko, við erum að fara að tala um svona svipaðan hlut á síðast. Við erum svolítið í átökunum núna. Við erum búin að vera svo mikið í átökum, okkar á milli. Já, meira þú við mig, er það ekki? Nei, já, átaka.2, er það ekki bara? Átaka.2 og þarna förum við svolítið djúpt ofan í þessar reiðmenn 4. Já. Og en við erum hvað er það? 13. september? Er ekki 13. september? Jú, það er laugardagur. Er það ekki? Jú. Maður sá, ég ætla að vera viss. Já, það er bara eins gott, það er ekki föstudagurinn 13. Þetta er laugadagurinn 13. Já, klukkan 10, hérna í lausninni. Já. Erum við með námskeið Haltu með þétt. Já. Og það er mjög spennandi námskeið. Já, sko, og við höfum ekki verið með þetta námskeið lengi. Akkurat, og við búumst nú við að vera fullt á þetta, en við skorum á fólk að skrá sig. Já. Það er að senda okkur tölvupóst á Barbara@lausnin eða Baldur@lausnin eða fara bara inn á lausnin.is námskeið og kaupa sér með þar. Hvað myndir þú segja þetta námskeið gerir mikið fyrir fólk? Þú veist, og fyrir hvernig er námskeiði? Sko, námskeiði er bara fyrir alla sem eru í parsambandi. Akkurat. Já, og gagnast öllum sem að nýta sér það. Já. Skilur. En væri svona ákjósanlegt líka fyrir þá sem að halda, þú veist, þeir þurfa ekki á þess að halda. Akkurat, það sem allt er einhvern veginn gott vegna þess að sko það sem við höfum séð gerast á þessum námskeiðum er algjörlega magnað. Við höfum séð fólk bara tengjast og dýpri hátt. Skilja hvort annað betur hvað þau eru að koma. Meiri segjum að fengu í par sem var ekki lengur saman en ákvað að koma, þú veist, bara upp á samskipti að gera og svona afsakar, ég verð svona geltandi eins og hundur og þau sátt alveg sko í sikkur horninu til að byrja með, svo voru þau komið svona aðeins nær og svo var hann komið bara við hliðina á henni og svo lágu þau bara í faðmlögum og komið bara endi og þau komið í ráðgjöf, sko. Já, þannig að þetta er bara þetta hjálpar okkur að skoða sögun okkar, samskiptin okkar. Þú veist, af hverju við erum erfitt með að tengjast meiru svæðin okkar, þú veist, hvernig við eigum að biðja hjálp, hvernig við eigum að tala saman, þú veist, við tölum kynlíf, við tölum hvað maður gerir eftir svona námskeið. Þetta er, að mínu mati, er þetta alveg ígildi, þú veist, 8 til 10 terapíutíma. Já. Og þetta kostar, við erum ennþá bara með þetta okkur fyrir verðbólgu verði. Já. 41.900 sem er ekkert verð. Nei. Og mörg stéttarfélög taka þátt í að niðurgreiða. Já, líka það. Og þetta er alveg svakalega gott fyrir alla sem eru í parsamböndum og þú veist, ég held að, þú veist, sérstaklega líka bara nýjum parsamböndum, þú veist, að þurfu ekki að detta hún í allar hólurnar og læra strax réttu orðin og skilja hvernig okkur er að líða. Við skiljum það aldrei, maður. Hvað? Ok. Við eigum erfitt með að skilja hvernig okkur líður. Já, við getum átt í erfiðleikum með það. Það er ekki spurning og en þetta er námskeið sem er byggt á Emotional Focus Couple Therapy. Já. Og þeim fræðum, EFT eins og við kallum það. Já. Og við kaupum þetta námskeiðu utan, þýddum það og kennum það. Þetta er náttúrulega gert fyrir ameríska markað sem þýðir eitthvað þú veist 2 kvöld í viku, 8 vikur senni eða eitthvað. En við vitum að Íslendingar skuldbinda sig ekkert í slíkt.
það er erfitt. Já, þannig að við bara þrengdum þetta svolítið, þannig að þetta er frá 10 til 6 heill laugardagur. Já. Hlé náttúrulega á milli og svona. Já. Bjóðum upp á kaffi og eitthvað með því og eitthvað svona. Þannig að sko, ég segi bara þetta er brjálæðislega góð fjárfesting fyrir sambandi. Já. Alveg ekki spurning sko, örugglega besta gjöfin sem þú getur gefið þér og makaninn. Já, og svo hafa bara sumir gefið þetta í brúðkaupsgjöf og alls konar. Þannig að það er nú líka hugmynd. Já, ég myndi segja að þetta er svona áskeið sem að manni þykir svona eiginlega vænstum að því maður sér svo, þú veist, maður sér bara frá einni kennslu til næstu kennslu hvernig fólk færist nær hvert öðru, verður innilegra, hvernig nándin dýpkar, hvernig tilfinningalegi skilningurinn á hvort öðru dýpkar, hvernig við náum að, já, maður sér öryggið í parsambandi bara vaksa á þessum 8 tímum sem að við erum það saman, það er svona verið svona 7 til 8 tímur, reynum að klára 5 en stundum tengist þetta 6, eða ekki? Ég höfðu einhver tíma náðu að klára. Já, það náðu til þessar. Aha. Já, við erum búin að halda þetta mjög oft, sko. Ég er bara mann ekki svona ekki. Nei, við erum búin að halda þetta. En ég hef oft hugsað, sko, hvað ég hefði verið til í að fara á svona námskeið. Já, það hefði hjálpað okkur mikið. Já, bara, þú veist, þetta er ákveðin stemning. Já, svo er það sem er svo sorglegt í þessu öllum þessum sársökar sem parsambandi getur valdið okkur. Að, sko, að alltaf er þetta út af einhvers konar áfallarsögu eða hvernig ég hef upplifað æskuna, hvernig ég hef upplifað samskipti, hvernig ég heyri í makanum mínum, þú veist, hvað er ég að heyra? Er ég að heyra með sögunum minni? Og það er svo sorglegt, finnst mér sko, hversu mörg parsambönd þau reynlega bara enda, bara út af því að við erum með sögun okkar sem er bara að smitast inn í heyrnin okkar og samtalið okkar og tilfinningar okkar og varnarkerfið okkar og ég er búin að vera að vinna fullt í mér á þessu ári, það er búin að vera svolítið flókið maður. Já, ég veit það. Klárum þetta, að þetta er samast að segja. Já. Að mér langar að setja eini að við getum farið í hitt svo. Já. En að þú segir það er svo sorglegt að sjá hvernig hjónabönd eða parsambönd enda. Já. Út af einmitt bara svona gömlu sásöka sem við berum. Akkurat. Og svo mætast þeir, og rekast á og kunni ekki alveg að tala saman. Að við viljum svolítið fara í eins og þú sagðir þessa 4 reiðmenn núna, ræða svolítið um þá. Og þetta er byggt á gottmannfræðunum. Já. Sem er náttúrulega bara rólsinn í þessum fræðum. Þú er búin að læra það núna? Já, við erum búin að gera það. Við fórum til Dallas í Texas og tókum 1 og svo bara fluttum við kennarinn hingað heim og tókum 2. En Gottmann-hjónin, þau sko rannsökuðu parsambandið náttúrulega bara og hann á undan með vini sínum, þú veist, í rosa mörg ár, þetta spannar einhver 50 ár. En þau gerðu svona langtíma rannsókn, þessu fylgdu sama fólkin eftir rosa lengi. Og ég held þetta að vera eitthvað 17 ára tímabili eitthvað. Að þá sáu þeir, og ef þau hefðu ekki gert þetta svona, þau ekki fengið allar niðurstöðna sem fengu, en þau sáu að þau parsambönd sem eru með þessa 4 reiðmenn, það sem ekkert er gert, það eru sambönd sem endast yfirleitt bara í 5,6 ár að meðaltali. Þeir sem eru kannski með eitthvað minna því en aftengjast tilfinningalega, er ekki lengur tilfinningalega tengd, þau geta hangið alveg í sko 16,2 ár. Já, en ekki hamingjusöm. Nei, þetta er það sem er kallað disaster. Já. Skilurðu? Að því að það er ekki verið að ýta og svo leiðis, að þá hangaðu lengur í óhamingjunni en gefast og endar með upp. Já, þetta er meðaltalið sko, en það er nefnilega helmingur hjónabanda endar. Já. Og hinn helmingurinn skiptist í master sem náðs bara og svo disaster. Já. Þannig að mér langaði bara að bæta þessu inn í þarna, þú veist. Já, þetta er það sem er svolítið, það sem er skemmtilegt og gott mann, þetta er allt svona byggt á rannsókn. Þú veist, þetta er ekki bara svona, já, þetta er mjög gott að gera þetta svona. Nei. Þú veist að það er það sem þau svolítið komið með inn í pararáðgjafa heiminn og John Gottman, Julia meiri svona, þú veist, bak við meðferðina sjálfa en hann var starffræðingur og fór að rannsaka þetta allt saman og með hvað aftur mörgum próstum gæti hann sagt
til fyrir hvort fólk myndi hætta saman eftir 3 mínútna samtal? Sko, 90 hvað var það? Jú, ég held að það bara við 97% eitthvað sem gáttu sagt bara hvenar og ef og það var, þau samkvæmt þessu rannsóknu þá gáttu þau spáð fyrir sambandslit og þetta einmitt niðurstaðan úr því. Já, það er þessir 4 reiðmenn sem við höfum talað áður og við tölum aðeins þá síðast líka en nú ætlum við að fara svona kannski, þetta er það sem við kalla átaka.2, þú veist, hvernig við bara eyðum þeim úr samskiptunum okkar og hvernig við æfum okkur, hvernig við vöxum þar inni. En þetta er því meira sem að maður lærir og nú er ég búin að læra internal family system therapy og byrja að vinna svoleiðis með mig sjálfur á þessu ári áður ég fór í námið og ég er alveg sko steinhissa eftir alla mína sjálfsvinnu hvað er mikið að sársauka eftir innan með mér sko og það er svo brjálu forréttindi að fá að vera að vinna með sig á þennan hátt þar sem að maður fær raunverulegan aðgang að tilfinningunum sínum sem að maður upplifir sem barn þegar það eru svo margir. Þú veist, hvað svo oft heyrir þú þegar þú ert að taka pör í fyrsta viðtal og þú segir hvernig var það? Þetta var bara fínt og svo bara skilur maður óbúslega vel að hverju mamma og pappi voru aldrei heima og voru að vinna og maður, þú veist, þau þurfti átti ekki nógan pening, þau þurfti að vinna mikið og allt svoleiðis og einhvern veginn er ég búin, fullorðin ég er einhvern veginn búin að skilja hvað var í gangi en litli særði einstaklingurinn inn í mér, hann skildi það samt ekkert. Nei. Og þannig tekur varnarkerfi okkar yfir og við höldum að þetta sé ekkert þarna því við skiljum þetta. En samt erum við með allar þessar kveikjur inn í okkur og við förum inn í að við draugum okkur í hlé eða við sækjum eða við förum í vörn eða við förum að gaggrina eða við förum í fyrirlitninguna og svo þaðan í hvað flottið, þetta er yfirþyrmandi að vera yfirþyrmdur tilfinningalega þegar það þyrmir yfir mann og það er svona þegar maður frýs þú veist og maður getur ekki alveg hugsað þetta árætur sína rekja í sögun okkar þú veist alveg svo ég vörnin öll mín gagnvart þér þegar mér líður eins og sérst að ásaka með mér líður eins og sérst að segja eitthvað og það kviknar á okkur inn í mér og það, þú veist, það er bara þessi sársauki úr æskunni það sem að maður var alltaf svarti sauðurinn, þú veist, aldrei nógu góður og einhvern veginn að þá grípur maður þetta og það er svo mikilvægt að við skiljum sem sagt, þú hlustandi góður að það er samt ég er ekki að reyna að meiða þig þegar ég er að verja mig mér líður eins og ég sé að verja mig en eina vörnin í samtali er hvað? Ég segi mér það er árás það er að velta sko ábyrgðinni sem ég held og skömminni sem ég held að þú sért að setja á mig yfir á þig þannig rauninni er þetta heldur ekki einu sinni vörn að því ég er þegar eina vörnin í samskiptum fyrir utan að loka sig af náttúrulega, þú veist það draga sig í hlé en varnar viðbragðið er svo oft gagnrýni þú veist að þá gagnrýni ég tilbaka ekki því að mér langar að meiða þig heldur meira þegar mér líður eins og þú sért ósanngjörn þú ert að benda okkur hjá mér sem þú gerir sjálf og mér langar ekki að sita einhvern veginn í þessu og hef ekki kraftin á þeirri stundu til þess að taka ábyrgð. Af því að þú ert flottitt. Já, af því að ég náttúrulega konstaði daginn að ég er með PTSD. Þú veist, já, en byrja eins, af því þetta er nákvæmlega sem þú veist að segja á þann. Já. Þú veist að þegar maður spyr eitthvað, þú veist, hvernig var æska? Hún var bara fín, skilur, já, ég meina, og yfirleitt er að margur hafa nú verið en ég. Já. Í þessu er afneitun af því að við erum búin að mála upp einhverja mynd skilur sem að passar betur einhvern veginn og situr betur með mér af því að þá er þetta ekkert svona alvarlegt þá þurfi ekki að gera svo mikið í því sko. Og það er eins með þetta
sko, sagaðinn náttúrulega bara til í bók, bæði íslensk, ensk og portugalsk og spænsku og eitthvað að það rosaleg afneitun að halda og sérst ekki með PTSD. Já, og einhvern veginn sko, þú veist, gerði ég mér alveg grein fyrir sögunum minni, þú veist, en ég gerði mér ekki grein fyrir áhrifunum sem þetta hafði, og sérstaklega þegar maður fór að tala um þetta og maður búin að svona, þú veist, vinna með þetta ég fari í, þú veist, EMDR, TRM, þú veist, alls konar samtalsmeðferðir, innri lækningar og gert alls konar og fengið náttúrulega gríðarlega mikið. Já. Það veist, en samt, einhvern veginn þegar ég byrjaði að fara í þetta internal family system therapy þá man ég eftir einu augnabliki, ég var að ræða við sem sagt meðferðaraðila minn og ég segi við hana sko, já ég held að sé hana partur þarna sko, varnarpartur og ég man hún horfði á mig með tárin í augunum sem ég fannst líka æðislegt skilja því að þótt hún var ekki einhvern veginn að láta snúast sig með tárin í augunum en að finna samkenndina sem að svolítið svona inn í þessu internal family system therapy það sem að maður situr maður finnur til með fólki og maður leyfir sér að fara inn í tilfinningarnar með þeim til að gefa þeim styrk og standa með þeim í gegnum því að feysa þetta en þú sagði við mig sko hérna Baldur þetta ekki partur þetta eru fjölda parta sem þú þarft bara til að lifa af inn í þessum aðstæðum ég maður svona þyrmdi yfir mig sko ég bara byrju hvað, allt sem ég búin að gera síðust 15 ár, það ekki neitt og þá einmitt sagði annar terapisti mín hérna, hún sagði einmitt mig sko, þú veist að hver aðferð tekur þið bara inn í eins mikið hún hefur upp á að bjóða og hérna en það var, þetta er ótrúlega áhugavert að sjá og finna líka bara hvað ég finn mikið mun á mér eftir að fór að vinna með svona, finnur þú mun? Já, og sem betur fer ég minn eini því að þú veist þetta búið að vera átök sko já. Þetta fór gríðarlega átök og erfitt þannig að hérna já, sem betur fer Þú ert að fara að læra þetta líka? Já, í janúar Og eftir svona meðferð líka? Já, svo alltaf bara hendi maður sér í meðferð það ekki svo að sé einhvern tíma búið Nei. En sko og öll vinnan sem fyrir skilur þessi spannar eins og ég bara 24 ár sem ég settist í fyrsta sinni í eitthvað svona sæti og sagði ég held að geti mögulega verið eitthvað að skilur líka með eitthvað ræðilega sögu að það samt bara allt undirbúningu fyrir það sem maður gerir næst skilur við gerum ekki lítið úr því ég stend á allir vinnunum minni sko. Algjörlega og maður finnur það hvað þetta er einfaldara út af því Já, engin spurning maður meiri aðgang að sjálfunum, maður er meiri aðgang að áfullunum sínum og maður er betur stakk búinn til að takast á við þetta sko. Það er svo, ég held að þessi kínverst máltæki sem að mér er búið að eiga svo við hjá mér á þessu ári það er að þegar að nemandinn er tilbúinn þá birtist kennarinn og það, þú veist, einhvern veginn er svo gott líka þegar við finnum að einhver er að kalla á okkur að gera eitthvað að ekki ýta því frá okkur Nei, en það nú heldur betur aðferð sem að margir eru búin að læra upp á 10 sko. Já, og 50% af fólki samkvæmt World Health Organization hætta í meðferð árun en lokið samtalsmeðferð 70% af fólki sem er sagt þið segja við bara þú hættir ekki að borða gulabönnir og þú dauðin á 6 mánuða hætta ekki að borða gulabönnir og hver er niðurstaðan okkar úr því og við erum ótrúlega léleg í að elska okkur þú veist okkur vantar og það er svo maður sér líka oft þegar fólk kemur í terapíu og í hjónaterapíu að þá er það til þess að bjarga hjónabandunum til þess að verða betra við makan til að þú veist en það fattar ekki að þú ert mikið að brjóta á sjálfu þér þú veist að því þegar vanlíðan sem maður upplifir hún er líka að brota okkur einn sjálfi eða ekki? Jú, og svo heyri ég nú stundum og eflaust þeir fleiri sem að vinna í sama geru við, sko. Já, ég er nú bara hérna fyrir maka minn, sko. Já. Og nei, þú veist það, þeir bæði eftir uppskeraði leggja bæði okkur vinnu, sko. Það er málið. Og þú veist,
að því vorum að tala þetta master og disaster, þú veist, það bara ef maður með þess að 4 reiðmenn, þú veist, á maður þá enga sjens eða, og það náttúrulega bara alls ekki þannig og það kemur Julia Gottman svo sterkina þegar hún sagði, sko, ég held að sé þetta að kenna fólki að vera í góðu heilbrigðu parsamati og hann var bara, nei, það er bara ekki hægt hún bara, jú, ég held það hún er náttúrulega sálfræðingur, sko og það bara þetta með skilyrta hegðun og allt þetta, þú veist að hún bara, þú veist, alveg samfærið og leggur þetta upp og guess what, þú veist, það er bara hægt þannig að þú veist, maður þarf ekkert einhvern veginn að örvænta þó að maður finni fyrir einhverjum af þessu reiðmunum ef við gerum eitthvað í því skilurðu og kannski bara við ættum þá bara að byrja á reiðmanni 1 sem er gagnrýni og hvernig lítur hún út? Jú, gagnrýni er þannig, þú veist, að þegar ég sko beini athygli minni að persónleikanum þínum, þú veist, en ekki að vandanum þú veist að ég geri þig ábyrgan, sko, þú einhvern veginn, í staðan fyrir að segja, sko, þessi hegðun finnst mér meiðandi skilur, í staðan fyrir að segja þú ert að meiða mig af því að ef ég segi þú ert að meiða mig þá er alveg gefið að þú ert ekki að fara að hlusta á mig beint í vörn, þú fær sjálfkrafa beint í vörn já, og svo jafnvel gagnaras og maður sér þetta bara, sko, þegar maður leyfir fólki að takast á sem er partur af Gottman meðferðinni að leyfa þeim að byrja eftir meira sér, sko, að kenna okkur í skólanum, sko, þar taka þær upp tímana já. Og eftir svona cirka eftir svona 3 til 4 mínútur og gefa kortið til að ræða eitthvað erfitt þá eru við búin að gleyma myndavélinni þau eru bara alveg dottin í taugakerfið og eru bara komin í átakapunktinn, sko, þú veist, og það þráttur að vera inn í að meðferðaralunum, vita það vídeo og það er eitt sem er mjög skemmtilegt sem að ég keypti mér, er svona þau sem setur á púlsmæli sem setur á puttan og að fylgjast með, sko, þegar að fólk byrjar, þegar að reiðmenni kom inn að þá hækka púlsinn svona 15 til, ég sé hann hækka 40 já, ég sé hann hækka fara mjög og þú veist og þá í rauninni er ekkert hægt að tala saman því ég heyri ekkert í þér nei. Ég er bara að tróða mínu að já, en það er líka bara þetta líffræðilega sem gerist í sko kerfin okkar að það bara kviknar stöði í heilanum þess sem að virkjast bara og þá slöknar allir rökhugsun, þú veist, hún bara vum og þá getur ekki hugsa rökrétt en við komum inn í þetta en gagnrýni þú hugsar aldrei tilfinningarna mínar einmitt þú ert alltaf svo kærulegs bara þú gleymdir aftur að ná í barnið hvað er að þér? Alltaf ég sem þarf að hugsa fyrir öllu þú leggur ekkert að mörgum ja, en þú skilur alltaf diskan eftir í vaskinum þú ert svo löt hlustar aldrei á mig, þú hugsa bara sjálfa þig þetta er svona alveg bara, þú veist dæmi gagnrýni þú já hver var ég, þú veist ansvarið þú veist en býtu, ansvar er hvað? Þú veist, hvað er antidótið? Þú veist, þess að við talum. Þú veist, hvað er móderni við, þú veist, þessu? Það er blítt upphaf. Að blítt upphaf. Já, þú veist að... Ég var, þú veist, blítt upphaf er flott hjá þér. Vel gert að því þetta hannig. Já. Já, þú gerir blíð byrjun. Já. Byrja í mildi, gerir ég líka. Til að breyta þessu. Já. Mér finnst ég bara ábyrgðin á öllu. Getum við tala saman hvernig við skiptum þessu með okkur. Verkefnum á milli, já. Þú veist mér finnst ég ekki að röddi ákvörðunum nýlega já. Má ég deila með þig hvernig það hefur áhrif á mig akkurat líður eins og þú hlustir ekki á mig þegar ég er að segja eitthvað mikilvægt getum við sett niður tíma alltaf að tala saman þú átt að nú til að segja eitthvað svona rákun hluti sem ég bara en gera þetta það kemur líka inn eftir já. Þegar við erum blíð þú veist, blíð við hvort annað þú veist, það þýðir bara tónn og taktu þarf að fara niður skilur við, og þarna má púlsinn ekki verið 147 já, það má ekki vera, sko, í rauninni segja þau að þú tökur hvíldapúlsinn það má ekki fara 15 yfir hvíldapúls eða sem er venjuleg púlsinn yfir daginn kannski ekki alveg lægsti hvíldapúlsinn ekki nætupúlsinn en svo segjum við sérna kannski kringum 65 til 75 sem er svona eðlilegt og þetta hreyfast og eitthvað, skilur, ert ekki bara í alveg rólegheitum þá segja leiðan að koma 15 yfir þá er þetta komið í óefni sko. En þú glemdir einni blíðri byrjun hvað? sem ég skrifaði hana fyrir þig
Nei, ég bara ekkert byrjað á því. Já, ég upplifði mig yfirþyrmdan þegar ég sé leirtögi hlaðast upp. Nei, við vorum bara ekkert byrjað á þessu Baldur Einarsson. Já, við vorum búin að taka allt nema það. Mér finnst ég bara ábyrgðin öllu. Já, ok, ég skilja. Ég að fatta þetta núna. Ég bara... Já, einmitt, heyrðu, það kannski bara betra þú takir þetta. Já, ég veit gera það. Hvert það einu sinni yfir þessu? Já, þetta var svona... Fyrir mér yfir mig þegar ég sé leirtögi hlaðast upp, getum við búið okkur til plan saman. Já, það minnsta máli heimi skal ég segja. Bara ekki skilja þetta eftir út allt hús. Akkurat. En þetta sko, að þau erum að tala þú veist, að tónn og taktu þarf að fara niður og svona. Já. Að þegar við erum flottið, eins og þau kalla, og bara notum bara þetta orð. Ég ekki með eitthvað betra yfir það, sko. Nei. Ég ætla ekki að fara að segja eitthvað þegar þeir mér alltaf yfir mig, þú veist það bara þegar maður svona flottið að þá getum við ekki sko talað saman, það bara ekki hægt við verðum að ná okkur niður og þá getum að vera með þetta blíða upphaf og þetta og það að vera blíður einmitt að fara bara niður. Akkurat. Og setja fókusinn á þú veist, vandan ekki karakter að þá náum við langoftast árangri. En af því við erum mannleg að þá getur þú veist, þó ég ætla einhvern veginn að reyna að þá getur þú verið flottið sko. Og við áttum nú eitthvað nýlega bara eitthvað svona dæmi. Já. Það sem ég hafði rétt fyrir mér í mann tíð. Já, engin spurning það alltaf hannig. Ég undanþegin frá reglunni, ég alltaf left og þú ert alltaf rætt. Já. Nei, sko, ég var sérstaklega bara eitthvað alveg búin á því. Treitt eitthvað, búin að vera náttúrulega eitthvað hálflasinn og eitthvað og ég eitthvað að reyna að segja eitthvað og ég man í hugan var bara svona, ok, ég ætla að vanda mig hvernig ég orði þetta ég ætla að segja þetta eitthvað bara svona og ég geri það og ég geri það ekki vel skilju, en ég var samt svo að reyna að vanda mig þú ætla að labba upp tröppurnar eitthvað snýra eitthvað og segja, hvað meinar ég er svo að reyna þetta ég er ekki að reyna að vera leiðilega með það en eitthvað svona getur bara heyrt, þú veist hjarta mitt það sem er á bakvið og þú bara eitthvað og lappar upp og ég bara, þetta mistókst skilju, þannig voru við hvoru einhvern veginn enda bara eftir 10 við hefum bara ekki farið svona samtal skilju, en svona getur alveg komið upp hjá öllum já, algjörlega sko en þá er gott einmitt að geta hvort það er eftir á eða hvað, þú veist bara, hei, getum við aðeins hérna farið tilbaka, sem við reynda gerum ekki sko. Það hefur verið mjög cool ef við getum sagt frá því núna en við gerum það samt átt og tökum þér í perið þannig ég veit það, en þetta var bara svolítið 0-0 hérna, bara fólk viti, það er engi fullkomin já, nei, það er ekki þannig sko svo sannlega ekki þú veist að þetta er svona einhvern veginn, maður byrjar að segja hvernig maður líður mjög gott, þú veist, að segja tilfinningar sem við upplifum og veist, hvað maður er að upplifa sem að því að upplöfunin er rétt hvernig maður líður er rétt fyrir mig en það er ekkert víst að það sé innistæða fyrir því hvert hefðuninni þinni til mín þótt ég sé að upplifa það en svo að mér með mína sögu, mér líður svo að setja gaggrina mig þú veist, það er ekkert endilega víst að sérta gaggrina mig þótt ég sé að heyra það fattarðu og þú veist, þá er þetta að segja er ég að heyra rétt, er þetta að segja eða þú veist, nú heyrði ég þið segja er það rétt þú veist, en bara án þess að segja þú veist, þú ert alltaf að gaggrina mig þú veist, já, nú, þú veist já, þetta mátti ekki þarna og þú gerir þetta þarna og svo má ég gera þetta hérna já, ég veit að þetta er alveg nei, alveg, þetta er sem að þetta kemur manni í mikla vanlíðan en sko, gott mann talar ef við ætlum að fólk er bara fyrirgefa þessi hósta kost hérna já, nei, þetta er bara eitthvað hræðilegt að þau tala þetta er í rauninni mjög einfalt skilur í framsetningu en ekkert endilega auðvelt og maður þarf að læra þetta og við þurfum virkilega að æfa okkur þú veist að vanda okkur og þau segja I feel og svo segja við about what and what I need from you ok, hvernig mér líður eða hvað ég er að upplifa út af hverju og það sem ég þarf frá þér og þarna en í út af hverju, þarf ekki að útskýra það eins betur bara leið mér að þegar að þú veist, ég upplifi eitthvað svona þá þarf ég að passa þegar ég segi út af hverju þannig þarf ég að passa að kom ekki gagnrýni
ég sé ekki ásaka þessi hluti sko. Þannig að ég get sagt kannski þú veist eins og hérna við vorum eitthvað dæmaðan hérna ég upplifi eins og ég taki alla ábyrgð eins og ég sé bara eini í þessu ég er ekki endilega að segja að þú gerir ekki neitt þetta bara það sem ég er að upplifa og ég þarf svo að ég halda að við bara gerum eitthvað plan og þú veist hvernig við ætlum að fara að þessu þannig að ég sjáu þú veist við séum saman í þessu að ég fatta það og auðvitað er þetta þú veist hægara sagt en gert og alltaf tala ekki ef maður er í uppnámi, ef maður er flottið sko að þá er okkur ekkert endilega að takast þetta það er mjög erfitt sko og við komum betur í að útskýra hvernig við komumst út úr því á eftir já og kannski bara þú veist að æfa sig á góðum degi með eitthvað bara auðvelt já og svo er rosa gott sko að taka þú veist að því að það kannski líka sem er svo mikill galli að það er svo mikil átakafælni í fólki oft já. Og svo þegar okkur líður vel þá er einhvern veginn að reyna að passa upp á að segja ekki neitt þú veist og ekkert vera að ræða það sem fór úrskeiðis en það situr ennþá í kerfinu svo næst þetta kemur þú veist að þá, já þú ert alltaf fattar það, að því að það hitt er ekki uppgjart já. Þú veist og meðan við skiljum makan þá þurfum við ekki að skilja makan sko já, einmitt og þetta þegar við skiljum makan að þetta flækist oft fyrir fólki og ég heyri stundu já en ég skil þetta ekkert nei, þetta snýst ekkert það endilega heldur bara að sýna makanum skilning Akkurat. Að þetta sé hans upplifun að þetta sé það sem er að gerast innan með honum ég þarf ekki að skilja það en ég þarf að sýna makanum skilning það er allt annað þurfum ekki að vera sammála til að sýna skilning sko nei, ég veit að maður en vá hvað mér finnst það stundum erfitt sko reyðum að 2, varnar já, ég er mjög góður í þessu ég veit allavega betur en ég varnar viðbröð það er að verja sjálfan sig með að snúa ábyrgð tilbaka að gera sig að fórnarlambi já, þú veist, þú snúa ábyrgð tilbaka það er svolítið að gera sig gagnárs já, það er gagnársin þú veist að þetta er ósanngjarnt þú veist að vera réttsýnn og þú veist það snýra mér já, ég meina þú veist ef ég má ekki gera þetta þú þá gerir þetta vá hvað við erum búin að eiga því miður aðeins svo mikið að þessu en það er ég er samt líka mjög góður í vörninu sem er að taka ábyrgð sko eða hvað finnst þér? Það er kannski svolítið spennandi já nú er gott að setja hlé nei, sko ég skal vera alveg sammálaði með það og þú ert góður í því oft eftir á já, ég meina það já. Ekki endilega í mómentin stundum næði því já, alveg örglega hitt situr fastar í mér já, eðlilega dæmi, gagnárós fórnarlamb þú segir í sér seinna þú ert alltaf að draga lappirnar sjálf það var ekki mér að kenna þú segir mér aldrei að við værum að fara út já, ég get ekkert gert við það ef ég gleymi því þú veist að ég er stressaður þú gleymdir aftur að borga reikningana já, þú myndir mig ekki á það svo það er þér að kenna já, einmitt svo það er ekki mér að kenna reyndar eða bara svo það er ekki bara mér að kenna já þú veist og hérna þetta er sko hérna við áttum nú svona moment í símanum aðan svolítið þú ringir já, þú hringdir í mig já, ok, ég hringdi þig og þú segir hvenær erum við að taka podcastið ég sagði klokkan 4 ég var búin að segja það nei, þú sagði mér ekki já, ok, hélt ég að setja það en Maggi er allavega komin, vildi ekki koma fyrir niðurdir og ég dreif mig niðurdir já, í staðan fyrir, jú, ég sagði það er víst já, við hefum getað að fara þangað eða fattar það, þú veist að hérna þetta er góðu dagur, við fórum ekki að en þetta, þú veist, þetta er þú segir alltaf, ég sé seinna þú draga lappirnar eftir þetta er að verja þú veist sko, þetta er gagnar sem er að meila sko já sko, þú glemdir aftur að borga reikningana, þetta er ásökunin já, þú myndir mig ekki á það þetta er fórnarlambi svolítið, þú myndir mig ekki á það hvernig átti ég að vita myndir mig ekki á það já, einmitt við getum rætt þetta heil lengi antidót, þú veist, mótefni ansvar við þessu, það er bara að taka ábyrgð þú veist, já, ég glemdi því það er alveg rétt hjá þér þú veist, ég hefði átt að muni þetta eða
Ég skal bara setja þetta í reminders næst. Ég veit að ég var setnastum, ég skal reyna að laga þetta. Já. Þetta bara ábyrðin og þetta rétt sér, ég átt að borga reikningin. Ég klikkaði á mig, ég ætla að taka mig á þessu. Já. Og þá verður maður líka að passa að því ekkert alltaf að segja að ætlar að taka lalalala. Nei, en býttu, þetta nefnilega kom gott mann inn á. Að að þegar við gerum þetta þá erum við ekki að taka við, þú kallir þetta svona repair attempt. Repair attempt, þú veist, þegar þú reynir einhvern veginn, þú veist að þú setur inn eitthvað svona, einhverja sáttarhönd í rauninni og það slegja á hana. Það náðu ekki að laga þetta var disaster ofta lendi í. Á meðan að master greip það segja, já, takk fyrir það, við ekki væntu það. Skilur, ekki bara og það þegar ég mjög góður í master greinlega. Í þessu, repair bit. Já, ok. En þetta þannig komið svo mikið fókus og neikvæðni. Fattar þau? Sem að var svolítið mikið á disaster. En varnar viðbragði, það eiginlega eyðir samtalinu, Þú veist, það slekkur á öllu samtali en þegar við tökum þessa ábyrgð, þá erum við að opna á möguleikana að leysa vandan saman. Af því að ég er ekki vandinn, þú ert ekki vandinn, heldur eru að leysa þetta verkefni saman og það er einhvern veginn, og jafnvel áttu tók bara litla ábyrgð. Já. Tökum smá. Þú veist, tökum þetta, þú veist, í staðan fyrir að fara í vörnina, þú veist, þá færum við samtali frá skömm yfir í að leysa vandan saman. Akkurat. Og það er bara, að því að þegar við förum í þetta, veist, að leika fórnarlambið eða gagnárás eða vörn eitthvað svoleiðis, þá er bara algjörlega gefið að makinn er ekki að fara að hlusta. Hann vill ekkert heyra það. Við viljum bara einmitt leitast við, þú veist, að vera skilin, að vera heyrð, að vera séð. Og þegar við tökum einmitt eins og þú segir, bara svona litla ábyrgð eitthvað, að þá sest það í, þú veist, makan, þú veist, þegar við eigum okkar svona ágreininga eitthvað og þú, að þú ert svo mikill master kemur og segir, já, það er rétt, fyrirgeð, ég hef ekki að gera það. Þá strax líður mér betur, af því að þá ert að viðurkenna mínu upplifun. Skilur, þú ert að gefa eitthvað inn í hana, já, ok, þú veist, þannig, já, ok. Þú ert að staðfesta sársauka minn, eins og maður talar í á paranámskeiðun okkar, þú veist, þú staðfestir sársauka hins. Það er bara svo mikilvægt. Staðfesta raunveruleika makan, það er það sem skipt svo miklu máli, en svo, þú segir, maður vill vera skilinn og maður vill vera séður og heyrður. En hvað er besta leiðin til að vera það? Gera sjálfur. Það er málinu bara, Þegar við viljum svo oft fá eitthvað sjálf, en byrjum ekki samtalið þannig, sjálf. Þú veist, og það er svo miklu betra einhvern veginn að einbeita sér að sjálfur, að vera góður í að skilja, góður í að hlusta, góður í að, þú veist, spyrja spurninga í staðan fyrir að fara í vörn, í staðan fyrir að setja þá ábyrgð á makan eða kenna makanum já, þú ert ekki að skilja mig. Þú veist, sem að maður, þú veist, fær svo rosaloftin, þú veist, að makinn er ekki að skilja mig og hlustar ekki á mig og sér mig ekki, þú veist. En, þú veist, getur verið að sé báðar áttir, þú veist, að oft kemur fólk og það er einhvern veginn annar alin er bara með skotti á milli lappana maður og hann er bara að bíða eftir að maður byrja að skamma hann bara. Þú veist, eða hana, bara fyrir það sem viðkomandi gerði. Þú veist, en við eigum þetta saman, Já, og ég held líka, þú veist, að því að, þetta er svona að segja, ef maður einbeitir sér bara algjörlega sjálfu sér, að bara það að setja inn eitthvað gott inn í samtali, inn í ágreiningin, eitthvað svoleiðis, þú veist, inn í frjóan jarðveg, það mun að spíra. Ég fæ stundum til minn einstaklingar sem segja, þú veist, það er vandi í parsamöndinu en maki minn vill ekki koma með mér. Á ég þá einhver tjens? Já, engin spurning, skilur við alltaf betra báði sé á staðnum, en ef þú temur þér þessar aðferðir, að þá áni efa mun makinn taka eftir breytingunum og vera forvitin. Við hvað, af hverju fann að svara með svona, af hverju þetta? Og þá jafnvel er hann til í þetta, eldir hann
en sko oftar það konur sem vilja fara ráðgjöf heldur en karlmenn langoftast vegna þess að 85% af því sem við köllum svona pursuer skilurðu, eru konur 15% eru karlmenn og hérna nei ég pursuer já ég sagði 85% af konum já ég og 15% kalla þá nei, já, en sko ég var bara að segja á því, ég 15% já, einmitt ég næði sko, en þá það líka öfugt skilur, 85% karlmenna eru viðstróðir hvað þýðir það? Þeir draga sér hlé skilur, finnst það erfitt að tala þú veist, loka sér af, allt þetta sem kannski ekkert skrítið og skoðar sko þú veist, hvernig eru karlmenn haldnir upp og þú veist, þú veit ekki að sína tilfinningar og bara þú veit að vera sterkur og svo kemur henni parsamband og þá allt í einu og það bara detta af þeirra sjálfkrafa sem að en þetta getur við lært þetta en það þarf að vera öryggi sko en máli að eins og gott maður segir þá bara ég held að það hafi verið 87% af því sem svona brought up, þú veist, það sem svona tekið upp, þú veist, eitthvað sem þarf að laga, eitthvað sem þarf að gera, eitthvað sem þarf að græða, það konur sem komið með það, sko. Af því það eru pörsjur, þú veist, og konur, kannski meira samt að því að konur eins og þeir tala sko, svona, vilja halda utanum, svona nurturing, þú veist, umhyggjan og alltaf vilja sjá þetta gerast og allt þetta. En auðvitað sko, þeir fóru líka pælið, það bara, ok, þú veist, þetta bara tengt í að konur og konur, Þannig þeir fóru að skoða samkynhneigð, skilur, og bara 2 konur saman, en þá kom það bara líka í ljós að konur voru líka pörsur viðstróðir, í slíku sambandi og og þá föttu við, þetta snýst ekki kyn per se, þetta snýst power, þess að sögðu og mér fannst þetta pínu áhugavert og líka þú veist að ég einmitt undantekning frá reglunni, ég í þessu bara sambandi já, af því að svo það ekki þetta endilega alltaf þannig sko þannig þetta mjög áhugavert og auðvitað ekkert eitthvað eitt réttast í öllu en mér fannst þetta áhugavert En hvað getum við gert til að stoppa þetta varnarviðbragð? Við getum stoppað og andað Já, taka pásu anda áður en við bregðumst við og í staðið sem vera réttlætt okkur eða afsaka okkur eða útskýra og getum við spurt þú veist, er ég að heyra rétt er þetta að segja að það sem ég heyrði segja er það rétt þú veist hvernig get ég tekið ábyrgð á mínu hluta þú veist, sannleikur í því sem maður minn að segja þú veist, getur verið eitthvað sem segir rétt á ég eitthvað af þessu þú veist, getur tekið ábyrgð ég sko, þú veist með ábyrgð yfir höfuð skilur bara í lífinu og í því að vera að lifa góðu lífi að þá betra að taka meiri ábyrgð en minni, bara alltaf þú veist, það bara þú veist, stjórnendur sem taka meiri ábyrgð en minni, þú veist, þeir ná lengra og meiri fram að það sá sem að ekki svo sem að tekur ábyrgð hún mun vegna vel lífuna þannig að þetta ekki bara gott fyrir parsambandi þetta að læra að taka ábyrgð á þér af því þegar maður fyrir að taka ábyrgð á þessu, hvað gerist þá? Hvað gerist því að fyrir að taka ábyrgð á þessu? Þá kom ég allt í einu gluggi til að breyta ykkur þú veist, þá ég að sjá eitthvað, þá ég að viðurkenna eitthvað þannig að ég tek ekki ábyrgð þá alveg 100% að þetta breytist ekki Nei, ég segi sko ef ég á það góða fréttir það má ég ef ég á það má það Nei, ef ég á það ef ég tek ábyrgð ef ég á þetta, þá það góða fréttir því þá get ég breytti ef allt þér að kenna, þá ég bara svolítið sko skilur það, því þá get ég gert neitt í því sko en það reynist okkur oft erfitt að taka ábyrgð á svona og þá maður að skoða sjálfa sig, þú veist hvað, af hverju ætli það sé og það getur nú ýmsett komið på krafsinu þar en næsta, þú veist, þú tekur hérna beina mynda mér hérna núna hvað sé svipur hérna? Hvað svipur þetta bara? Fyrirlitning lítilsvirðing Já, fyrirlitning og lítilsvirðing, disgust Þetta contempt Þetta sko þetta mikið í parsamböndum sko Þetta hættulegasti reiðmaðurinn þetta sko sá sem að sko, þetta alvarlegasti reiðmaðurinn í parsambandi
því að þegar að þau Gottmann hjónin, þú veist að þau sáu þetta þá var þetta svona helsti sem réð til það hvort þú myndir skiljið ekki. Já, og þetta sko þegar við veltum augunum rúllum þeim rúllum kaldhæðni háð niðurlæging þú veist og það ótrúlega þú sett ekki búin að ná þessu hvað í lað þér ránkólfa augunum já, auðvitað ætla þú að laga þetta eins og alltaf akkurat, og svo dramatísk getur ekki bara verið venjuleg já, auðvitað glemdur þessu aftur og svo út úr kortun alltaf ég veit ekki hvernig mér datt í hug að biðja að gera þetta ég svo bara alveg sko hvað lað þér hana? Já, þetta er við sko hunsandi líkastján í kaldanistótt neikvæða orð aðfinnslur þetta, þegar við tölum maka svona niður að það var algjörlega gefið þú veist að á einhvern tímapunkti þá töpum við virðingunum fyrir hvort öðru bara í rauninni sko að því að svo getur þetta líka bara komið úr uppeldinu og elst upp við svona inn á heimilinu þú veist, þú horfur upp á þetta að þá fattar þau kannski ekki hvað þetta alvarlegt það sem þú ert að gera sko að því þú ert í rauninni sko að ræja manneskina sem skiptir mestu máli í lífinu sko þú ert að tala hana niður og ég held þetta sé sko lærðhegðun og þegar að það er komið svona rosalega löng og mikil óánægja í parsambandið og mann finnst eitthvað óréttlátt eða maður er sár eða maður, þú veist, þú ert svo ömuleg sko, einhvern veginn sem að því það er allt órætt inn í manni en einmitt eins og ég segi, líka bara að þú elst upp við þetta þú veist, ef að þú elst upp við það bara, þú veist, að tala fólk niður að gera grína fólki sé eðlilegt þá viðhöldum við því nema við ávarpum og skoðum það þú veist, þannig að margir gera það á meðan að aðrir leitast við að gera algjörlega fattaru en þegar við förum í þetta að þá komur svo mikið mannvirðing þú veist, það komur svo mikið lítilsvirðing og mér finnst þetta oft hljóma miklu verð og fólk er svona, ég er ekki með þetta heldur en þetta sko þetta er skot þetta er svona, þú veist, að tala niður það er ekki að vera einhver ljót orðin sinni Pattur heldur bara svona einhvern veginn að ég er að gera lítið úr þig, bara með tón og takt get ég gert það, þú veist, ögraðir og þetta er alveg þetta er náttúrulega samt sem áður að þá eins og við rífumst munum börnin okkar rífast oftast, skilur við, þú veist það sem við læra og það, sko. Þetta er bara eins og því ég man einu sinni þegar ég var í öðru parsambandi og ég kem inn í tjaldvagn hjá Guðberti vinnuvinum og hann er bara hvítur í framan sko og ég bara, hvað var eitthvað að deyja hvað gerast til og hann eitthvað hvað var eiginlega gangi út í bíl og ég alveg, við vorum bara að rífast já, þú getur ekki leiftir að öskra svona ég alveg, að því að viðmið mitt var bara að vera ekki að beita ofbeldi það ætla ég aldrei að gera eins og ég þurfti að horfa upp á sem barn en fyrir mér eitthvað þú veist vorum ekki svona ég var ekki eins og nota ljót orð en þessi að nota röddina bara svona sterkt þú veist heift í röddinni skilur þú veist og ég man bara hvað ég var bara þú veist og það er svona en þetta kemur svo mikið úr sögun okkar líka sko já og ég held nefnilega mitt þú veist að mjög margt sem við gerum í parsambandi er eitthvað sem við höfum séð einhvers staðar skilur og upplifað og við speglum það og sko ég man bara þegar ég var að lesa bókina þeirra Seven Principles of What Makes Marriage Work eitthvað svoleiðis eða Gottmann og ég var að lesa þessa reiðmenn og ég sagði bara við gerum þetta eitthvað af þessu sko ég bara, og ég fekk svo mikið sjokk ég sagði bara oh my god erum við þá að fara að skilja en svo stóð en ekki að vera vænta þú veist, þó svo þetta sé þá er alveg hægt að vinna með það það er hægt að laga þetta, snúið sér við ef þið eru til í að vinna með það og kom svo mikið léttir af því mitt, þetta hljómaði svo ræðilega en það er ósvöldlega margt þú veist að hjá okkur bara og út af svo mörgu þú veist, þetta er ekki bara eitthvað eitt og ekkert mál snúið í við og þetta komið
en við þurfum að læra samskipti, þú veist, við þurfum bara að læra einmitt þetta, I feel about and what I need bara, ef maður leggur bara þetta minnið æfi sig, þjálfa sig í þessu þá getur komið hlutunum miklu betur frá okkur sko 100% sko. Hvað myndir að segja sko, þú veist, þetta ansvar eða þú veist, hvað er það, virðing og væntumþykja? Já, þú veist, alveg klálega virðing, þú veist, heiður koma fram á kærleika, þú veist, allt þetta taka eftir svo góða fyrir eitthvað þessu neikvæða og það er þessi mastergerð, ég man ekki alveg tölurnar, minna verið 5 á móti 1 jákvætt sko versus hinu voru bara með eitthvað 0,8 skilur, þú veist, að bara allt neikvætt og það er náttúrulega bara hjálpa okkur ekki? Þannig að við þurfum að breyta líka viðhorfum okkar inn í þessu en ef við ætlum að gera þetta, þú veist, þá myndum maður kannski segja, þú veist, mér er gott að sjá hvað leggur mikið á þig þú veist, og hérna ég vil skilja hvort það kom gegnum, þú veist, hvað er að gerast innan með þér, þú veist, ég meta hvernig þú reynir alltaf að muna eftir þetta litlu hlutunum einmitt, takk ég sé það já, í staðin fyrir, þú veist, þú ert svo óábyrgur ég kann virkilega, þú veist, ég kann ekki að meta eitthvað blað sem þú gerir, eða þú veist, bara svo óábyrgur, þú veist, gerir aldrei neitt rétt, eitthvað svo að það er alveg gefið þess, það er ekki verið að fá að hlusta þig, sko að hérna í staðan fyrir að segja, kannski, ég kann að meta þegar að þú hjálpa mér að líða þannig, þú veist, að eins og sérst styðja mig Já, bara þegar mannst eftir mér þá ég kann að meta það þegar upplifir stuðning sko. Einmitt og hérna og í stað þess að ránkólfa augunum, þú veist, að ná bara augnsambandi, þú veist, og taka þátt í samtalinu, skilju, ekki eitthvað bara svona rúlla augunum, það er svona þetta er svo rosalega mikið vanvirðing þú veist, þú ert ekkert að taka þátt í því sem er að gerast í staðan fyrir bara að taka, þú veist, ná augnsambandi og kinka kolli, þú veist, já, ég er hérna þá, þú veist, ég heyri í þér og það er ekki að sammála Hvað er þessi margir sem að fatti þegar, hvað er þessi margir sem rúlla augunum og hvað er þessi margir sem viti að þessi fyrirlitninga baka Ég held bara ekkert endilega að allir séu að fatta það Ég held nefnilega ekki, sko Nei Þú veist að hérna Jesus maður Byrjar að tala um þetta Þú veist og við föttum ekki hvað þetta er meiðandi að því við skiljum þetta ekki sko en því svo þú ert að stimpla því svo út úr samtalenu með þessu og gerir lítið úr makarnínum og þetta er bara contempt bara í sinni tærustu mynd þetta líka ber með sér svo mikið yfirlæti og ítur undir þetta virðisleysi gagvart makanum sko þú veist og yfirlæti hróki það er allt það er einn hræðilegasti mannkostur að hafa sko þú þannig ert að segja og sért betri heldur maki já, bara hvort sem er maki eitthvað annar skilur þú veist að líða í alveg þannig að sért betri en aðrir það er rosalega hættubúndur það er já, og sko og við gerum þetta öll rosa mikið veit að það sé sagt skilur, við gerum þetta öll en það skiptir bara svo miklu máli að vera meðvitaður skilur og draga úr þessu eins og bara til dæmis, þess, hvernig get ég sett mig á svona stall gagvart einhverjum, bara til dæmis með því að vera að lesa um einhverja frétt og segja, ég minn eini, þetta myndi ég nú aldrei gera Akkurat. Aldrei láta svona út um mér þú veist, bara þetta er yfirlæti og hróki en eins og bentur á áðan, þú veist, allir fólk sé að átta sig á þessu örugglega ekkert allir Nei. En þessum skiptir meðvitund ég sé alltaf meðvitund er fyrsta trappa í batanum og alltaf ná bata þá verður að vera meðvitaður mjög gott sko og það er svo mikið að við séum að átta okkur á því en sko það að vera sko ég held að grunnurinn að heilbrigðu samfélagi sé jafningjagrundvöllur já, það verður nú skand ef við færum að ná því þegar við mætum hvert öðrum sem jafningjum þegar við tölum um fólk á jafningjagrundvölli þú veist en sko af hverju hefur fyrirlitningin svo mikil áhrif það er út að hún er sko eyðir virðingu og kærleika hún tekur það í burtu sko og þegar er ekki virðingu og kærleikur þá er ekki tengsl Nei og svo sannarlega ekki nánd engin nánd Nei, þegar að fólk tapar virðingu fyrir maka sínum og ég hef alveg átt svona samtöl inn í
þú veist, þegar ég með fólki meðferð sko, að þegar það kemur, þú veist, bara já, veist, ég bara ber ekki virðingu fyrir maka mín lengur og þá alltaf, bara oftast alltaf bara ekkert kynlífi gangi, engin nánd af því að fólk var bara, eins og sagði disgust, veist, þetta bara ópjóðurinn bara, maður langar ekki það, og þegar þetta komið það oft rosalega erfitt einhvern veginn að bakka þarna út, það svona eins og við segjum, það skiptir svo miklu máli að fá rétt leikjaplan í hendurnar strax skilur, þannig að við vitum hvernig við að spila leikinn sko. Hvernig byggir þakklætiskultúr sem ansvari við þessu? Hvernig gerur það bara? Er það ekki bara með því að tjá þakklæti og dalja? Algjörlega, og líka bara litlu hlutinir eru stóru hlutinir í parsambandinu og að setja fókus á það sem að makinn gerir vel en ekki það sem hann gerir ekki nóg vel og þegar við ætlum að benda á það sem okkur finnst maki ekki gera nóg vel að þá þurfum við blítt upp af Já, og líka bara, þú veist þá þurfum við líka að spyrja okkur hvað mikið að því sem ég segi við makan gagnrýni versus eitthvað uppbyggjandi því það uppörvandi orð eru náttúrulega eitt af ástatungumálunum og þegar fólk kemur það að þá gagnrýnin miklu háverri heldur en nokkuð tíman eins og ég seti með fólk og það sagði kannski 4 góðu hlutir og 1 slæmur en að því það búið að vera svo mikið gagnrýni þá heyrir maður bara gagnrýnina hann heyrir ekki góðu hlutina sko Nei, og eða á rosa erfitt með að trúa því. Já, það getur verið líka. En sko, það er svo gott að segja, þú veist, eins og þetta, við erum að tala sko, þú veist, að tjá þakklæti og setja fókusinn á það sem maður gerir vel í staðan fyrir gagnrýna, að við megum alveg taka upp það sem okkur finnst betur megi fara, skilurðu, og maður má alveg nefna það, en þá þurfa að vanda okkur hvernig við gerum, framsetningin, hvernig við setjum þetta fram. Já. Og það viljum bara sé heyrt í okkur já, engin spurninga því annars bara að vörn og gagnrýni og gagnáras og eitthvað svoleiðis hvað áttu síðasti raumar bara? Ég veist að ég svo með svarta beltið í honum þessum Þú ekki bara, ég ekki bara fara að fá með kaffi og þú talar þennan Jú, þannig get ég haldið einræðu það stonewalling eins og þau kalla það þeir breytist í steinvegg og hvernig kemst maður út úr því það bara með því að ná að sefa sjálfan sig og þá þurfum við að finna einhver tól og tæki sem að hjálpa því að sko steinveggurinn virkar þannig þú veist að þá loka ég á samskipti ég sný mér í burtu og ég horfi jafnvel niður það er rosa sjaldan sem ég myndi horfa á þig sko getur alveg gerst í svona tekka stöðunni en annars ég bara ekki að horfa aftengist þegi, ég þagna og þetta langoftast kallmenn, mástu 85% en 15% kvenna og það kannski getur þú komið og sagt getur við talað um þetta og ég þarf að nefna þetta, ræðum þetta og þá bara slöknar á mér sko og af hverju gerist það því ég svo leiðilega en ekki að tala við, nei, þetta floating þarna á sér stað, þetta sem við tölum floating, þú veist, þarna bara púlsinn minn í milljón, sko og við tala sko ég man ekki að ef eitthvað svona kemur upp á, þú veist, ágreiningu eitthvað slisa, þá bara held í 10 sekúndur eitthvað sem líða þá til að ég komin í stónmóling þeir sá sem fyrir þangað þetta bara örstutt í tími, sko og það skipt svo miklu máli við séum einhver leið út í og það hjálpar ekki þegar pursuerinn bara já, þú veist og ég veit í lýsi svo stundur svona eins og vilja spæta það fer alls ekkert vel í alla þannig að stundur nota þetta svona pursuerinn eins og laboratorkorpur þau sjáðu mig, heyrðu mér tölum um þetta og það alveg þannig að því að sko pursuer aldrei verið leiðilegur eða skiptir hann bara svo miklu máli að viðhalda tengslunum þú veist að tapa ekki tengslun sem gerist þegar hinn fyrir stonewalling og það svo erfitt fyrir pursuer en fyrir þann sem að fyrir stonewalling þá virkar þetta miklu meira eins og vilja spæta heldur en sko einhver laboratorkolpu sko og við vorum nú í Flóriðan daginn ég man ekki hvort þú múið taka þátt eftir það sem við vöknum upp við vilja spætu já, bara badidu já, það var bara rosalegt og bara á klukkan var drrr, og ég bara svona eitthvað svona eftir það akkurat, svona sé ég upplýðið stundum skilur, en þetta raunverulegt
þetta raunverulega það sem gerist innan með manni og það svo mikilvægt að þjálfa sig, æfa sig eitthvað sem að getur sefa mig á svona stundu og það getur verið bara öndun engin spurning, það það sem gott maður nota rosa mikið, let fólk bara anda alveg þangað að fann, sáðu á púlsmælinu bara að það var komið niður í svona venjulega tölu þar hlusta róandi tónlist fara út í göngutúr núvitundar æfingar en það sem þau tölu líkum að þú ert ekki að vera endurtaka samtalið í hausnum að þér, alls ekki því það ekki gott, það sem virkar best eins og þessu það að fara að lesa eitthvað 30 mínútur, setja skeiklökun á já, allir með úr og eitthvað nei skilur, það bara að því þá fer hugurinn inn í eitthvað annað og það róast allt taugakerfi og þá þarf sá sem fer í styrmekinn að biðja time out og þegar hann biður time out hvort sem það eitthvað merki eða þegar stundu getur maður ekki sagt það að það bara ekki raukhús en bara maður gerir eitthvað svo merki eins og time out það náttúrulega sést ekkert fyrir þá sem er hlusta það bara svona gera té með höndunum að þá þarf hinn að taka við því strax hann má ekki segja já en ég ætla fyrst að segja þetta það mátt ekki heldur bara ok, ekkert mál og bara báðið fara einhvern veginn í sitt hotn og róa taugakerfið sitt niður og svo koma þeir aftur að borðinu já, það þarf að vera að upphafi þegar sem tekur time out já, að hann komi þá tilbaka því þá hann búin að ná taugakerfinu sín niður og komi og segja, heyrðu, ok getum við byrjað upp á nýtt getum við talað þetta og þá þurfa báðir aðeinar að vanda sig að vera með tón og takt og allt þetta það sem að sjálfsögurinn gerir hún kemur í veg fyrir ágreiningur vaxi og við komum tilbaka með skýrari hug og þetta er ekkert að forðast ágreiningin af því það er það sem viðdróðari vill oft gera þetta er oft átakafælin oft tengd þessu og þetta virkar alls ekki ef að þú tekur time out og kemur síðan ekki aftur að þá fyrir þetta að virka öfugt og fattar að því að þá hættir ekki frekar en ef að pursuerinn hættir gýta við þurfum að koma tilbaka og vera samkvæmt sjálfum okkur í þessu öllu saman en þegar við lokum út að þið verður tilfinningilega yfirþyrmd og til að forast meira stress þá það býr til neikvæða spennur sem getur triggerað að vera yfirgefin af því að svo ef við erum með attachment sársauka í sögun okkar tengsla sársauka þá er þetta erfitt af því að þú upplifir að tengslin eru tekin að þér og þá kemur æskan þá kemur allt þetta upp og þess vegna íti maður þú veist, að því að maður verður óöruggur það er þetta sem við vorum að nefna á að pursuerinn eins og við köllum það gott mann með eitthvað annað orðið og ég ætla ekki að reyna að muna það en við notum þetta bara að hann er svo hræddur við að tapa tengslunum og þess vegna sækir hann svona hart viðdróðurinn vill einmitt eins og sagði bara helst ekki ræða þetta helst ekki, þetta er bara jarðsprengjusvæði ég muni segja eitthvað vitlaust þá springur allt í loft upp og þá bara erum við búin að tapa tengslunum þannig að við skulum feka bara eitthvað neginn ekki tala þetta og halda það áfram að vera vinir þetta er bara sikkur aðferðin en hvoru virkar þess vegna þurfum við að læra nýja aðferði æfingar fyrir þá sem er að hlusta Númer 1 skoðið hvaða reiðmenn þið eru með í ykkar parsambandi hvert er þitt aðal lærðu það meira hlusta á þáttinn aftur reyndan á dýpri skilning á því viðbragðinu og ég finn fyrir að ég heyrði þið segja að ég upplifi í staðið fyrir að þú ert alltaf hvenær æfið hlé að gera hlé prófa þetta bara ok, í þessari viku er þetta að æfa taka time out þegar eitthvað kemur upp á þú veist, og hvenær má ég biðja hlé og hvernig komum við aftur til samtals þú veist, það má ekki vera lengur en 30 mínútur þetta þau sögðu reyndar að því að það er oft sagt ekki fara við hefum ekki ríðast á kvöldin það er ekki tekið með þessu en ef þetta kemur upp þá og mikið upp bara fyrir fólk að vita að
ef við lendum í svo seint, þú veist, að þá betra að fara ósatt að sofa, ná svefni og tala um þetta daginn eftir. Ekki spurning. En bara regla númer 1 að vera ekki að tala um eitthvað svona erfitt á kvöldin, sko. Engin spurning. Og við erum alltaf eftir 10, ég segi bara eftir 8. Já, við erum búin að breyta, eftir 8. Þannig að, og skrifið líka niður 3 hluti sem þið kunna meta í maka ykkar og segðu makana einhverja 3, að því að sko oft fær maður fólk til sín og maður segir, af hverju elskar viðkomandi? Þú eru búin svo föst fengi í svona eitthvað að það get ekki fundið litt. Það er ekki þar með sagt að það sé ekki hana. Heldur út af vandinn og gagnrýnin hefur verið svo ríkjandi í samtalinu að það bara tekur bara yfir og skuldbindið ykkur til að nota andstæður reiðmanna og taki eftir hvar komið upp, hvar eru kveikjurnar og ræði vikulega hvernig okkur gengið að vera ekki hvernig mér gengið að vera ekki að gagnrýna hvernig mér gengið að vera ekki að verja mig þú veist þannig að aðgerðaplanið það þarna líka þú veist, nota mjúka byrjun hvað kallar þú þetta aftur? Mjúkt upphaf þú veist, annað fyrir vörn pásum og tökum ábyrgð já þú veist ég heyri að ég upplifa og sért voru frákvar mér þú ert að pásu þú veist, og þegar eitthvað fyrir að vaksa að taka 30 mínútur og lesa eitthvað, það er nú gott fyrir fólk að lesa maður, enginn að lesa í dag sko það er bara ekki mikið jú, það er alveg við erum nokkur hérna úti sem við lesum þetta bækur. Ég segi að fólk er ekki mikið að lesa í dag. Nei, fólk almennt séð er meira að hlusta örugglega því við erum meira að hlaupum. Já. En einmitt að vera með eitthvað sem maður getur gripið í að lesa. Líka annað, þú veist eins og bara, þú veist, þetta er ekki bara eitthvað þetta fernt, sko, sem er fernt sem þú getur gert. Finndu hvað róa taugakerfið, því að fyrir suma, þú veist, ég hef heyrt þetta inn á mér, það er að grípa í prjónana. Já. Skilur þú veist, það bara whatever strikes your fancy, það sem virkar á þig, notaðu það. Svo, það er ekki átökin sjálf, heldur hvernig við röðum orðunum okkar og látum í kringum átökin sem er vandinn. 4 reiðmenn eru viðvörun. Ekki dómstafur þú veist, þannig að þeir sýna okkur og þurfum að hæja á, snúa okkur að hvort öðru og nýta nýja leiðir til að tengjast það er hægt og þið eruð þegar byrjuð þetta hljómaði bara eins og við, eitt segið ekki þannig að þetta var þátturinn í dag og ég hefði sem að tala í klukktíma eða eitthvað mér já, hann var svolítið langur sko en þú veist, það er í góðu lagi já að lenda í smá ágreiningi, þú veist, rífast, hvaða orð sem fólk vil nota yfir það ef við kunnum að lenda því. Það er líka betra að eiga ágreiningu heldur en að ekki, já, þá erum við örgulega bara með 2 vitturóra, sko. Já. En það getur líka bara verið svolítið hressandi. Já. Skilur, taka smá, lenda því. Það er ekki hræðilegt. Þegar sögum við svo, sko, ég rífst aldrei, bara aldrei. Það er rosa skrítið, þú veist, hvað þýðir það? Og þá er það oft einmitt eitthvað svona, já, bara hefst, þetta var svo mikið á heimilinu mínu, ég ætla aldrei. Það er ótti, af því að það endaði einhvern veginn inn á heimilu sem mögulega var því ekki lent, þú veist, á farsalan hátt, sko. Það er allt í lagi, það er í ágreiningi, það er allt í lagi að lenda saman. Svo framarlega sem við lendum því fallega, heilbrigt, þú veist, og skiljum, þú veist, í sátt og samleiti við það, sko. Það er bara stundur hressandi, sko. Heldur betur og þið með alveg senda á okkur ef við erum með ágreining sem að eitthvað tekst illa að leysa eða erum með spurningar varandi hvernig er best að bregðast þessu eða hinnu og við munum þá svara því í næsta þætti ég held ég sé með það sem verður eftir jól ég ætla að vona að vera fyrr en ég hættur að lofa þáttum já ég líka bara en sko ég held ég sé með næst einhver 7 principles of a good parasamband já, þú sér svolítið þetta núna, ég sé eitthvað annað já, svo en við þökkum ykkur kærlega fyrir og það við erum afar þakklátt þegar þið deilið þættunum okkar við erum afar þakklátt þegar þið bendið fólki á að hlusta á þetta það er okkar hugsjón að ná til einstaklinga og fjölskyldna og láta auka heilbrigði þjóðarinnar og líka auka vitundum að leita sér hjálpar þú veist, það er alltaf hægt að gera lífið betra
og það langt í frá að sé skömm í því að leita sér hjálpar. Það eitt sem að maður finnst svolítið áhugavert að fólk upplifir skömm í að leita sér hjálpar þegar það kemur að okkur sjálfum eða parsambandun okkar. Það krefst hugrekkis að leita sér hjálpar. Það stórmannlegt. Já, hittur gamla frétti sko. Já, stórmannlegt að leita sér hjálpar. Það sýnir ábyrgð að leita sér hjálpar og hver þarf hjálp? Við þurfum öll hjálp. Þú veist, það þannig, við getum öll lært eitthvað nýtt, við getum öll tamið okkur nýja og betri siði og fínpússa okkur. En ertu með eitthvað að lóka með það? Nei, bara geggja, klukkan að vera 6 og ég ætla að henda mér heim og elda mat og græða að gera. Nei, Baldur, að sjálfsögðu ert þú að fara að gera, ég gera það í ger. Og ég fyrir það. Og daginn þarf að handa. Nei, þú færi að sjá það. Gera helmingin í gær. Já, þú gerir bara miklu betri mat en ég. Mér finnst mjög næst að gera mat, það þjónusta fyrir mig. En samt sko svo að ég haldi til að haga að börnunum okkar finnst samt uppáhaldsrétturinn þegar eitthvað sem ég gerir sko. Já, bara svo að sé sagt. Það að gera þetta tælenska í kvöld eða? Já, ég geti reyndar alveg gert það. Mér veit ekki af því, með allt þetta kvef. Þetta bara sleið, ég á leiðinni heima að gera tælenskan kjúkling í rauðu karri. Þetta gerir ég bara í beinni útsendingu, ég er ánægð með mig þarna. En við þökkum kærlega fyrir og hafa það gott, verið bless. Lausnin fyrir þig.